Hebreabréfið 9. kafli. Nú hafði fyrri sáttmálinn líka fyrirskipanir þjónustuna og jarðneskan helgidóm. Tjaldbúð var gjörð hinn fremri og í henni voru bæði ljósastikan, borðið og skoðanabrauðin og heitir hún hið heilaga. En bak við annað fortjaldið var tjaldbúð sem hét hið allra helgasta. Þar var reykilsisaltari úr gulli og sáttmálsörkin sem öll var gulli búin. Í henni var gullkerið með manna í, stafur Arons sem laufgast hafði og sáttmálsspjöldin. En yfir henni voru kerúbar dýrðarinnar og breiddu vængina yfir náðarstólinn. En þetta hvað fyrir sig á nú ekki að ræða. Þessu þannig komið fyrir. Prestarnir ganga stöðugt inn í fremri tjaldbúðina og annast þjónustu sína. Inn í hina innri gengur æðsti presturinn einu sinni á ári, ekki án blóðs. Það ber hann fram vegna sjálfsíns og fyrir syndir liðsins, sem drýgðar hafa verið af vangá. Með því sýnir heilagur andi að vegurinn til hins heilaga enn eigi kunnur orðin, á meðan fremri tjaldbúðin enn stendur. Hún ímynd þess tíma sem nú er. Hér eru frambornar gjafir og fórnir sem megna ekki að færa þeim sem innir þjónustuna af hendi vissu að vera fullkomin. Þetta aðeins ytri fyrirmæli ásamt reglum mat og drykk og ýmiss konar þvotta sem mönnum á herðar lagðar allt til tíma viðreisnarinnar. En Kristur kominn sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hina stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki með höndum gjörð. Það að segja ekki af þessari sköpun. Ekki fór hann með blóð hafra og kálfa, heldur með eigið blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Ef blóð hafra og nauta og askan af kvígu stráða menn óhreinir hafa gjörst, helgar til ytri hreinleika, hve miklu fremur mun þá blóð Krists hreins af samvisku vora frá dauðum verkum til að þjóna Guði lifanda þar sem Kristur fyrir eilífan anda bar fram sjálfan sig sem lítalausa fórn fyrir Guði. Þess vegna hann meðalgangarinn í sáttmála. Hann dó og bætti að fullu fyrir afbrotin undir fyrri sáttmálanum til þess að hinir kölluðu mættu öðlast hina eilífu arfleið sem heitið var. Þess vegna hann meðalgangarinn í sáttmála. Hann dó og bætti að fullu fyrir afbrotin undir fyrri sáttmálanum til þess að hinir kölluðu mættu öðlast hina eilífu arfleið sem heitið var. Arfleiðslu skrá tekur ekki gildi fyrir en sá dáinn hana gjörði. Hún óhagganleg þegar látna að ræða, en í engu gildi meðan arfleiðandinn lifir. Þess vegna var ekki heldur hinn fyrri sáttmáli vígður án blóðs. Þegar Móse hafði kunngjört gjörvöllum lýðunum öll boðorð lögmálsins, þá tók hann blóð kálfanna og hafrana ásamt vatni og skarlatsrauðri ull og ísopi og stökkti bæði á sjálfa bókina og allan lýðinn. Og mælti: Þetta blóð sáttmálans sem Guð lét gjöra við yður. Sömuleiðis stökkti hann blóðinu á tjaldbúðina og öll áhöldin við helgi þjónustuna. Og samkvæmt lögmálinu það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án úthellingar blóðs. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum yrðu hreinsaðir með slíku. En sjálft hið himneska krefst betri fórna en þessara. Því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndumgjörðan, eftirmynd hins sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himininn, til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vors vegna. Og ekki gjörðan það til að frambera sjálfan sig margsinnis eins og æðsti presturinn gengur inn í hið heilaga á ári hverju með annara blóð. Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvöllum heims. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldanna til að afmá syndina með fórn sinni. Og eins og það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra og í annað sinn mun hann birtast ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim hans bíða. Hebreabréfið 10. kafli. Lögmálið geymir aðeins skugga hins góða sem í vændum, ekki skýra mynd þess. Ár eftir ár eru bornar fram sömu fórnir sem geta aldrei gjört þá fullkomna til frambúðar sem ganga fram fyrir Guð. Annars hefðu þeir hætt að bera þeir fram. Dýrkendurnir hefðu þó ekki framar verið sér meðvitandi synd ef þeir hefðu í eitt skipti fyrir öll orði hreinir. En með þessum fórnum mynd á syndirnar ár hvert, því að blóð nauta og hafra getur með engu móti numið burt syndir.
Því það að Kristur segir þegar hann kemur í heiminn: Fórn og gjafir hefur þú eigi viljað, en líkama hefur þú búið mér. Brennifórnir og syndafórnir geðjuðust þér ekki. Þá sagði ég: Sjá, ég komin, í bókinni það ritað mig. Ég komin til að gjöra þinn vilja, Guð minn. Fyrst segir hann: Fórnir og gjafir og brennifórnir og syndafórnir hefur þú eigi viljað og eigi geðjaðist þér að þeim. En það einmitt þær sem fram eru bornar samkvæmt lögmálinu. Síðan segir hann: Sjá, ég komin til að gjöra vilja þinn. Hann tekur burt hið fyrra til þess að staðfesta hið síðara. Og samkvæmt þessum vilja við helgaðir með því að líkama Jesú Krists var fórnað í eitt skipti fyrir öll. Og svo því farið hvern prest að hann dag hvert bundinn með helgiþjónustu sína og ber fram margsinnis hinar sömu fórnir, þær sem þó geta aldrei afmáð syndir. En Jesús bar fram eina fórn fyrir syndirnar og settist aldur við hægri hönd Guðs og býður þess síðan að óvinir hans verði gjörðir að fótskör hans. Því að með einni fórn hefur hann aldur fullkomna þá helgaðir verða. Og einni heilagur andi vitnar fyrir oss. Fyrst segir hann: Þetta sáttmálinn ég mun gjöra við þá, eftir þá daga, segir Drottinn. Lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Síðan segir hann: Ég mun aldrei framar minnast synda þeirra eða lögmálsbrota. En þar sem syndirnar eru fyrirgefnar, þar þarf ekki framar fórn fyrir synd. Vér megum nú bræður fyrir Jesú blóð með djörfung ganga inn í hið heilaga, þangað sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi inn í gegnum fortjaldið, það að segja, líkama sinn. Vér höfum mikinn prest yfir húsi Guðs. Látum oss við ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúartraustið með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund synd og með líkömum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Höldum fast við játningu vonarvorar án þess að hvika, því að trúr sá sem fyrirheitið hefur gefið. Gefum gætur hver að öðrum og hvetjum hver annan til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaða samkomuriðar eins og sumraði siður, heldur uppör við hver annan og það því fremur sem þér sjáið að dagurinn færist nær. Því að ef syndgum af ásettu ráði, eftir að vér höfum öðlast þekkingu sannleikans, þá úr því enga fórn að fá fyrir syndirnar, heldur það óttaleg bið eftir dómi og grimmilegur eldur sem eyða mun andstæðingum Guðs. Sá að engu hefur lögmál Móse verður vægðarlaust líflátin ef 2 eða 3 vottar bera. Hve miklu þyngri hegning ætli þér þá ekki að sá muni vera talin verðskulda fótum treður son Guðs og vanhelgar blóð sáttmálans hann var helgaður í og smánar anda náðarinnar. Vér þekkjum þannig sagt hefur: Mín hefndin, ég mun endurgjalda. Og öðrum stað: Drottinn mun dæma líð sinn, óttalegt að falla í hendur lifanda Guðs. Minnist fyrir daga þér höfðu tekið á móti ljósinu, hvernig þér urðuð að þola mikla raun þjáninga. Það var ýmist að þér sjálfir, smánaðir og aðfreindir voru hafðir að augnagamni eða þá hitt að þér tóku þátt í kjörum þeirra áttu slíku að sæta. Þér þjáðust með bandingjum og tóku því með gleði þér voru rændir eignum yðar, því þér vissuð að þér áttu sjálfur betri eign og varanlega. Varpið því eigi frá yður djörfungiðar, hún mun hljóta mikla umbun. Þolgæðis hafið þér þörf til þess að þér gjöri Guðs vilja og öðlist fyrirheitið. Því að innan harla skams tíma mun sá koma sem koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna, en skjóti hann sér undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En vér skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum vér og frelsumst.